með okkur 6-9 ára og svo fengum við nokkra svona auka sem mættu, sumir úr sunnudagsskólanum og aðrir voru bara að koma svona í kirkju og við prófum þá líka inn í leikrit þannig að sjáum við að víðar heitir þessi krakkar eru. En ég segi bara, gjörið svo vel, því nú byrjar helgileikurinn. Og hann úr jólaguðspjallinu, Lúkas og guðspjall. En það var til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin sem var gerð á Kýrinus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir að láta skrásetja sig, hver til sinna borgar. Þá fór og Jósef og Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var ætt og kyni Davíðs og fóru þau til að láta skrásetja sig. Hann fór ásamt Maríu heitkonu sinni sem hann var hunguð. En á meðan þau voru þar, þá kom sá tími að hún skyldi verða léttari. Og nú ætlum við að syngja saman
gerst hefur og Drottinn hefur umgjört honum. Og þeir fóru í skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Og þegar þeir sáu það sem þeim hafði verið skýrt frá og sagt þetta barn, undruðust þeir. Þeir sneru aftur og vegsuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var þetta eins og þeim hafði verið sagt. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs komu víkingar frá Austurlöndum. Þeir fóru þetta beint í keisarans og sögðu, hvað hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta var hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum og hann stefndi saman öllum æðstuprestunum og fræðimönnunum og spurði þá, hvar á Kristur að fæðast? Og þeir svöruðu honum í Betlehem í Júdeu. Því þannig vitað hjá spámanninum, þú Betlehem í landi Júda, ekki ert þú síst meðal herðaborga Júda, því að